Kór, ég tók nefnilega eftir að fólk söng með. Eru þið til að klappa fyrir þeim? Okay. Og almennt þegar við erum saman í söngnum þá bara njótum við þess og við þurfum ekki að klappa hvert fyrir öðru, en þegar það er svona einsöngur og eitthvað atriði þá erum að gera það alveg í ríkum mæli. En ég var í sunnudagaskólanum í morgun og ég er kannski smá ennþá með hann í mér, í beinunum. Mér datt í hug mig vorum að syngja það að prófa svona að vera með keppni á milli fólksins og korsins, sko. Því að mér syngja Ó halleluja og þeir syngið Ó halleluja. Eru ekki til í það? Þeir eru miklu fleiri, sko. Þeir getur rústa þeim. Við erum með míkrafóna, sko. Og við þurfum að taka þetta samt aðeins niður svo að við getum, já, ok. Ertu til? Já. Ok, hvað byrjar? Hjartanlega velkomin í messu í Lindakirkju og það er í rauninni þegar við tölum messu þá þýðir það að við ætlum að ganga til altaris að borði Drottins og eftir verður hér altarisgang og ég ætla bara að hafa orðum hana hér strax. Við erum náttúrulega með oblátur eins og gengur og gerist og í kalegnum erum við með vínberja safa, þannig að við ættum öll að geta tekið þátt í altarisgöngunni og þá gengur hún þannig fyrir sig við Áslaug djákni verður hérna fremst og útdelum og þeir þykið bara komið með útréttan lóan, fáið oblátun í lóan, dýfið í, signið ykkur og gangið svo til sætis. Mjög einfalt. Já. Svo er það jú þannig, það er allt í lagi ef að þið viljið frekar drekka af kalegnum, en þó ætla ég að biðja þau sem að vilja gera það að vera svona bara með seinni skipunum. En þá skulum við halda áfram og við skulum signa okkur og biðja saman upp á spæn. Segjum með nafni Guðs föður og sonar og heilags anda. Amen. Drottinn, ég er komin í þitt heilaga hús til að lofa þig og ákalla og til að heyra þú, Guð, Faðir, skapari minn, þú Drottinn, Jesús, frelsari minn, þú heilagi andi, huggari minn, vilt við mig tala í þínu orði. Drottinn, heyr þú lofgjör mína á bæn og opnað þú með þínum heilaga anda hjarta mitt fyrir sakir Jesú Krists. Þitt orð iðrist synda minna, trúi á Jesú í lífi og dauða og taki framförum í kristalegu hugarfari og líferni. Bæn heyr það og Guð fyrir Jesú Krist. Amen. Frábært. Helga mig og gef mér friðinn þinn.
miskunnarbænarinnar. Drottinn, miskunna þú oss. Drottinn, miskunna þú oss. Kristur, miskunna þú oss. Kristur, miskunna þú oss. Drottinn, miskunna þú oss. Drottinn, miskunna þú oss. Og dýrð sé Guði í upphæðum og friður á jörðu og velþóknun yfir mönnum. Stöndum áfram og syngjum saman, því lofar Faðir líf og önd. Sæti, nei, við kloppum ekki á þetta þessu. Bara, sorry. Bara, nei. Gjörðu svo vel, Eggert Kåber og hún Sigrún Ingimarsdóttir ætla að lesa ritningalestur. Ritningalestra. Nota þennan. Já, pistillinn úr Efesusbréfinu. Fyrir því bið ég að þér látið eigi hugfallast út af þrengingum mínum ykkar vegna. Þær eru ykkur til vegsemdar. Þess vegna beygi ég kné mín fyrir föðurnum, sem hvert faðirni fær nafn af á himni og jörðu, að hann gefi ykkur af ríkdómi dýrðar sinnar að styrkjast fyrir anda sinn að krafti hið innra með ykkur, til þess að Kristur megi fyrir trúna búa í hjörtum ykkar og þið verða rótfest og grundvölluð í kærleika. Mættu þið því geta skilið það með öllum heilögum, hvílíkar víddin og lengdin, hæðin og dýptin í kærleika Krists, og fá að sannreina hann sem gnæfir yfir alla þekkingu og ná að fyllast allri Guðs fyllingu. En honum sem í oss verkar með krafti sínum og megnar að gera langt fram yfir allt það sem við biðjum eða skynjum, honum sé dýrð í kirkjunni og í Kristi Jesú með öllum kynslóðum aldir alda. Amen. Þannig hljóðar hið heilaga orð. Guði sé þakkargjörð. Lexían úr Jesaja. Drottinn, í neyðinni leituðum vér þín. Í þrengingunum þegar þú refsaðir oss, hrópuðum vér til þín. Eins og þunguð kona, komin að því að fæða, hefur hríðir og hljóðar af kvölum. Eins og vorum vér frammi fyrir þér, Drottinn. Vér vorum þunguð, fengum hríðir, en það sem fæddist var sem vindur. Vér færðum jörðinni enga hjálp. Engir jarðarbúar fæddust. Menn þínir sem dánir eru, munu lifna, lík þeirra rísa upp. Þeir sem í moldinni búa munu vakna og fagna. Þar sem dögg þín döggljóssins, mun jörðin fæða þá sem dánir eru. Þannig hljóðar hið heilaga orð.
Ég sé þér drottinn. Óskar, þetta næsta lag, það ekki eftir þig? Nei, ég vildi óska þess. Nú, Það eftir hann Túru Ós, stjórnanda gospelkórs Oslo. Túri Ós? Já, Túru Ós. Það alveg... Og textin eftir Guðlaug Gunnarsson og hún Katrín ætlar að syngja þetta einsöng með kórnum. Svar það í byrjun vikunar, þá vel ég heyrði engill sagði, hvert sérðu það? Jesús ei hér, hann upprisinn á ný. Þá ég aftur heyrði það, mín efndi röddin hlý. Ekki gráta, elsku barn, ekki gráta, elsku barn, innra með þér að ég dvel, öll þín tár ég þerra vel, geri einsemd vart við sig, ég nær og styrki þig, upp ég lyfti ávallt þér, þú leyfir mér. Ég trúi á Guðs son, sigraði gröf, og sjálfur aðeins hann gefi björgunargjöf. Heita mig kallaði og bauð mér kærleik sinn, því kalli gleymi ei, hans boðskapur minn. Ekki gráta, elsku barn, ekki gráta, elsku barn, innra með þér að ég dvel, öll þín tár ég þerra vel, geri einsemd vart við sig, ég nær og styrki þig, upp ég lyfti ávallt þér, þú leyfir mér. Ekki gráta, elsku barn, innra með þér að ég dvel, öll þín tár ég þerra vel, geri einsemd vart við sig, ég nær og styrki þig, upp ég lyfti ávallt þér, þú leyfir mér. Árla morguns var það í byrjun vikunar, þá víst minn drottinn sagði, leita hjá mér hugunar. Þarna nefnilega hittuðu alveg naglan og skallan, sko. Vegna þess að þarna var Katrín að syngja svona fallega fyrir okkur og kórinn að flytja þetta fallega lag og þá skulum við klappa.
En nú skulum við rísa á fætur og heyra heilagt guðspjall sem að stendur skrifa hjá Lúkasi, guðspjallamanni. Skömmu síðar bar svo við að Jesús hélt til borgar sem heitir Naín og lærisveinar hans fóru með honum og mikill mannfjöldi. Þegar hann nálgaðist borgarhliðið þá var verið að bera út látinn mann, einkason móður sinnar sem var ekkja og mikill fjöldi úr borginni var með henni. Og drottinn sá hana, kenndi hann í brjóstum hana og sagði við hana, grát þú eigi. Og hann gekk að og snart líkbörurnar, en þeir sem báru námu staðar. Þá sagði hann, ungi maður, ég segi þér, rís þú upp. Hinn látni settist þá upp og tók að mæla og Jesús gaf hann móður hans. En ótti greip alla og þeir versumuðu Guð og sögðu, spámaður mikill er risinn upp meðal okkar og Guð hefur vitjað liðsins. Og þessi fregnum Jesú barst út alla Júdeu og allt nágrennið. Og þannig hljóðar heilaga guðspjall. Lof sé þér Kristur. Nú skulum við játa saman okkar heilagu trú. Ég trúi á Guð, Föður almáttugan, skapara himins og jarðar. Ég trúi á Jesú Krist, hans einkason, drottinn vorn, sem getinn er af heilugum anda, fæddur á Maríu mey, píndur á dögum Pontíusar Pílatusar, krossfestur, dáinn og grafinn. Steig niður til heljar, reis á 3. degi aftur upp frá dauðum, steig upp til himna, situr við hægri hönd Guðs Föður almáttugs og mun þaðan koma að dæma lifendur og dauða. Ég trúi á heilagan anda, heilaga almenna kirkju, samfélag heilagra, fyrirgefningu syndana, upprisu mannsins og eilíft líf. Amen. Óskar, kannski við bara kýlum á þetta strax. Kýlum bara á þetta strax. Halló. Já, það er allt í lagi að segja frá því að Óskar og kórinn áttu stórkostlega innkomu í gær á tónleikum í Hörpu, Villa Vill tónleikum og voru svona leynigestir. Það er svolítið erfitt að koma fyrir svona mörgum leynigestum en það var samt gert. Og við erum bara virkilega stolt af þessum fjölmörgu verkefnum ykkar og hvað eruð frábær og magnaða kór. Þetta voru 3000 manns sem við sungum fyrir? Ekki kórnum. Nei, við sungum fyrir 3000 manns. Þið sungum fyrir 3000 manns, já. Já. Akkurat. Og vorum mjög stolt af kórnum og bara Lindakirkju til sóma. Það var bara ekki segja annað og það kannski lýsir mætingunni hér í kvöld. Venjuleg messa hér yfir 200 manns, sem þetta er stórkostlegt. Takk fyrir að vera hér og mæta svona vel. Já, það var dásamlegt að sjá okkur öll og ég segi náð sé með okkur öllum og friður frá Guði Föður og drottni Jesú Kristi. Guðspjallið sem var sungið áðan, það vill svo til, það er til sálmur við það sem að tengist í sálmabókinni og þegar var óskað eftir sálmum í sálmabókina þá ég hef nú gert svolítið að ég semja lög og meðal annars þetta sem þennan sálm sem við ætlum að flytja núna sem heitir Guðsson mælti grát þú eigi
Af því að kórinn var að syngja á Villa Vil-tónleikum og það var svo rosalega mikið að gera, þá var ekki alveg tími til að æfa það akkurat núna. En þessi sálmur hefur bara verið fluttur einu sinni áður í Lindakirkju og það var með sama hætti og Óskar sagði mig, af hverju syngur þú þetta ekki bara? Það koma smá vöflur á mig, en ég leit undan og þið takið vilja fyrir verkið. Guðsson mælti grát þú eigi, gæsku ríkur hann sá, ekki sem var hans á vegi, vafinn sorgum næginn hjá. Þegar hreyfinn hjarta sker, huggun orð þau veita mér. Svo förum við beint í fjórða erindi, Björn, þú veist það ekki, Björn? Jú, einmitt þú veist það. Ef mér þrátt á ævi vegi, óvilsýnir heimurinn, Guðsson mælir grát þú eigi, gætis ég vinur þinn. Heims ég hatur líka bar, hugróð þó og glaður var. Það má syngja með núna, nú ég fann að skilja þetta. Ef á mínum ævi vegi, ástvinum ég sviptur er, Guðsson mælir grát þú eigi, geymdir eru þeir hjá mér. Aftur gefa skal þér þá, það sem heilleg anda ná. Ef á hinnstum ævin vegi, ógnir dauðans hemla mig, Guðsson mælir grát þú eigi, já ég leysi þig. Guðsberg láti gleðja það, Guði hjá ég bjóð þér stað. Mér finnst svo flott að þetta enda upp í loftinu. Kona missti manninn sinn sem við heyrðum í Guðspjallinu og það þýðir raun og veru. Við verum aðeins að setja okkur inn í spor þessar fólk sem að þá lifði, þá var það maðurinn sem sá fyrir heimilinu, konan sá heimilið. Og þannig var það. Þannig að þegar maðurinn hennar dó, þá missti hún fyrirvinnuna. En hún var ekki úrkula vonar, hún átti flottan strák, hún átti glæsilegan son. Og þegar Jesús kemur þarna í bæinn, sem að Naín ennþá til, en þetta eini staðurinn í Biblíunni sem að talað Naín, og þetta svona rétt hjá Nasaret, þessi bær. Þá ungi maðurinn látinn, og það verið að bera hann á líkbörum og móðirinn gengur sorgmætt á eftir. Fólkið sagði ekki við hana, ekki gráta, það grét með henni. Og það alveg til siðs enn í dag víða heim að það jafnvel ráðið fólk til þess að gráta við útferðir. Og þetta þýddi fyrir þessa konu var að
henni voru sennilega bara allar bjargir bannaðar hér eftir nema þá að betla. Vegna þess að ungi maðurinn sem að hún hafði vafið að brjósti sér sem hvítvöðung, ungi maðurinn sem að hún hafði gefið að borða, saumað á fötin og annast af kærleika, það var hans að taka við móður sinni seinna. Það var hans að annast hennar velferð og þannig að hún var búin að missa og segja, já, framtíðinnar var ekki björt. Og Jesús gengur hann að og þetta ekki einkennileg skilaboð til þessara konu á þessi stundu. Grát þú eigi, ekki gráta. Hvað gat hún gert hana? Það voru allir grátandi kringum hana. Þetta voru ekki skilaboðin sem að hún fékk almennt frá fólkinu í kringu sig. Hann segir, gráttu ekki. Og það vegna þess sem hann ætlaði að gera. Og hann gengur á unga manninum og segir að vakna til lífsins sem hann gerir. Og hann tók að mæla og ég fór að hugsa, því ég las Guðspjallið, hvað ætli hann hafi sagt? Og ég svona sá fyrir mig að hann myndi vakna á börunum og af hverju er ég í þessu fötum? Mamma, hvað er í gangi hérna? Af hverju er þetta að gráta? Hann tók að mæla, við vitum ekki hvað hann sagði, en mér finnst það ekkert ólíklegt að hafa verið eitthvað í þessum dúr. Og við heyrðum aftur sömu skilaboðin með að þegar Jesús deyr þá er engillinn sem segir konunum ekki gráta. Hann er upprisinn. Það hefur svo margir komið fram sem telja sig vera mannkyns frelsara af einhverjum toga. En hver þeirra hefur bókstaflega vakið einhvern frá dauðum. Það var svo margir unnið alls konar frækilega sigra. En hver þeirra hefur sigrað dauðan. Það eru margir þjóðarleiðtogar sem hafa haft milljónir þegna, en hverjir þeirra telja bæði hina dauðu og lifandi þegna síns ríkis. Enginn, bara einn. Það er sá sem gekk göturnar í næn þennan dag, Jesús Kristur. Enginn stenst samjöfnu við hann. Biblían segir að hann sé í rauninni hinn nýji maður, hann er hinn nýji heimur, skaparinn sjálfur sem talar og það verður. Hann getur sáð bæði í akur lifenda og dauðra. Dánir eru alveg eins í hans augum lifandi eins og hinnir lifandi geta verið dánir. Dauðinn setur ekki nein landamæri við hans ríki. Hann hefur fellt þá hindrun niður fyrir okkur öll. Og hann sér líka lífið og dauðan allt öðrum augum en við. Hann veit að mörk lífsins liggja ekki í því að líf líkama slokni og hann veit líka að stundum ræður dauðinn för í lífi sumra okkar þó við séum líkamlega lifandi. Og hann sér þessi mörgu sem lifa handan grafar og hann sér líka þá dauðu sem eiga lifandi líkama. Og sýn hans á tíman er allt önnur en okkar. Hún rífur múra tímans rétt eins og bátur klífur öldur. Hann sér okkur öll sem hefur lifað, þau sem hafa dáið, rétt eins og hann sér hinn ófæddu.
Slíkt vald hans sem hann predikar á götum næn. Og eins og spádómurinn hjá Jesaja fær uppfyllingu í honum, þá segir þeir sem í moldinni búa muni vakna og fagna. Þar sem dögg þín dögg ljóssins, mun jörðin fæða þá sem dánir eru. Dýrð sé Guði, Föður og Syni og Heilögum Anda, svo sem var í upphafi, og verða mun aldir alda. Amen. Og meðan kórinn kemur sér fyrir þá kannski kynni ég aðeins lagið sem við ætlum að flytja. Við ætlum að syngja þetta daginn þegar ræðan var trú. Þá var einsöngurinn okkar Sigurður Ingimarsson veikur, en hann er orðinn hress núna og ætlar að leiða okkur í þessu lagi. Nýfluttur frá Akureyri, Siggi Kafteinn, og var hérna í kórnum hjá okkur í mörg ár, flutti svo norður og sem betur fyrir hann komin aftur til okkar hér. Lagið heitir sem sagt We Believe, ég á trú, við texta Guðlaugs Gunnarssonar. Kynslóð okkar svo brotin, þótt allt sé dimmt þú gefur sjón. Aðeins getur eitt mig frelsað, ég á trú, ég á trú, ég á trú á Guð sem föður, ég á trú á Jesú Krist, ég á trú á helgan anda, hann sem gefur mér nýtt líf. Já, ég trú að hann dó á krossi, já, ég trú að hann dauðan vann, já, ég trú að hann reis frá dauðum og hann kemur brátt á ný. Ég á trú. Sé mín trú bara söngur, sé hún meir en orðin tóm, og tekið að mér eint og freisting. Ég á trú, ég á trú, ég á trú á Guð sem föður, ég á trú á Jesú Krist, ég á trú á helgan
trú á Jesú Krist. Ég á trú á Ó, heilagan anda, gefur mér nýtt líf. Já, ég trú á dó og krossi. Já, ég trú á dauðan mann. Já, ég trú á hann reis frá dauðum. Og hann kemur brátt á ný. Hann kemur brátt á ný. Ég á trú. Ég á trú. Þá er komið að því við göngum á borði Drottins. Ég ávarpa ykkur með þessum orðum. Kæri Krists vinir, Drottinn okkar og frelsari Jesús Kristur hefur sjálfur sagt: ég er brauð lífsins. Þann mun ekki hungra sem til mín kemur og þann aldrei þyrsta sem á mig trúir. Og í heilari kvöldmáltíð gefur hinn krossfesti og uppreisni Drottinn Jesús okkur sjálfa sig. Svo að hver sem hungrar og þyrstir eftir réttlætinu fái svölun og næringu til eilífs lífs. Hlýðum þess vegna í trú orðum hans þegar hann segir: takið og etið, drekkið allir hér af og gjörið þetta í mína minningu. Þannig tökum við á móti honum. Þegar hann vil sameinast okkur svo að við í líf okkar hér á jörðu minnumst hans og fáum að lokum að öðlast líf í ríki hans. Amen. Lyftum hjörtum voru til himins og þökkum Drottni Guði. Við lofum þig og tilbiðjum Guð okkar og Faðir sem hefur skapað okkur til þína myndar og sjálfur endurleist okkur fyrir son þinn Jesú Krist sem þú sendir í heiminn til að gera okkur synduga menn sáluhorfna. Okkar vegna gerðist það fátækur að við auðguðumst af fátækt hans. Okkar vegna gekk hann í dauðan að við mættum lifa. Lofaður sért þú sem hefur hátt upp hafið hann og gefið honum nafnið sem hverju nafnið er æðra. Send okkur heilagan anda að gjafir þínar sem við neytum, verð okkur brauð lífsins og bikar blessunarinnar samkvæmt boði svona þíns sem á þeirri nóttu sem hann var svikinn tók brauðið, gjörði þér þakkir, braut það og gaf sínum lærisveinum og sagði: takið og etið, þetta er líkami minn sem fyrir yður er gefinn. Gjörðu þetta í mína minningu. Sömuleiðis eftir kvöldmáltíðina tók hann kaleikinn, gjörði þér þakkir, gaf þeim hann og sagði: drekkið allir hér af, þetta er kaleikunins nýja sáttmála í mínu blóði sem fyrir ykkur er úthellt til fyrirgefningar syndanna. Gjörðu þetta svo oft sem þið drekkið í mína minningu. Og samkvæmt þessu boði komum við fram fyrir þig, góði Guð, með þakkagjörð og við minnumst þess að þú gerðist einn af okkur. Við biðjum þig, gefðu okkur heilagan anda, afmáðu syndir okkar og sameinaðu okkur sem lifandi lími á líkama Krists, okkar uppmynsta Drottins og frelsara. Og bænirnar sem á okkur hvíla felum við í bæninni sem Drottinn kendi. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss våra skuldir, svo sem við og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin
að eilífu. Amen. Meðan við göngum að borði Drottins þá kjörið að nota tækifærið, það verða sungnir bænasöngvar að taka undir, svo hægt að kveikja á ljósi fyrir bænarefnunum okkar og sömuleiðis að skrifa þau niður og setja þau í raufina á bænaaltarinu og það beðið fyrir bænarefnunum alltaf hér á fimmtudagsmorgnum. Góður hópur sem þar hittist og sem má alltaf bæta í og þið eru velkomin að koma á fimmtudagsmorgnum klukkan 9. En brauðið sem við brjótum samfélag líkama Krists og sá bikar blessunarinnar sem við blessum samfélag blóð Krists. Gjör svo vel, allt er til reiðu.
Jesús Kristur, hinn krossfesti og uppreisni, drottinn vor og frelsari, varveiti oss í samfélaginu við sig í lifandi trú til eilífs lífs, hans náð og friður sem með oss. Amen. Skulum þá rísa á fætur, þiggja blessun drottins. Drottinn blessi þig og varveiti þig. Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottinn upplifti sínu augliti yfir þig og gefi þér sinn frið. Í Jesú blessaða nafni. Amen. Þá skulum við fá okkur sæti aftur og kórinn ætlar að flytja fyrir okkur að lokum. Ætlum að syngja saman. Syngjum saman blessunarorðin, já. Þá áður við fáum að njóta þess að kórinn syngur að lokum fyrir okkur lag sem ég man aldrei hvað nýja heitir á. Já, Lofgjörð hjartans. Hann gerir texta sjálfur, hann búið að breyta honum 5 sinnum og nú heitir þetta Lofgjörð hjartans. Já, ég man aldrei hvað er hvað. En hérna, já, Lofgjörð hjartans, þetta er Total Praise eftir hann Richard Smallwood. Richard Smallwood, já, njótu þess. En áður voru eitthvað auðvitaði núna, þá segi ég, förum í friði á eftir og þjónum drottni með gleði. Já, gerum það. Og rétt áður við byrjum að syngja lagið, þá látum við bara vita að við erum svo mörg hér í kvöld að við verðum með jólatónleika. Við nennum ekki að keppa við allt þetta jólastand sem allir hinir eru byrjað að selja í júní. Við förum að byrja að selja miðana mjög fljótlega og þið viljið ekkert missa þessum tónleikum. Takið bara frá 7. desember klukkan 8 kvöldið og miðasalan hefst fljótlega og þetta verður stórbrotið. Ég vil bara segja ykkur, þið fáið hvergi eins flotta jólatónleika á ódýru verði líka. Við erum ekki að selja þetta
á 20.000 kall eins og margir eða 15. Þetta verður bara mjög hóflega stilt í verðið hóflega þannig að fjölskyldan getur mætt saman 7. desember. Og svo ætla ég að segja frá því að því Guðmundur glemdi því áðan, eftir 2 vikur, 23. október munni, hvað gerist þá? Þá kemur ekki lyfta. Það verða lyftu tónleikar hérna til þess að safna fyrir lyftunni. Hérna verða muniði Bubbi Mortens, Matti Matt og Siggi Ingimass, hún hérna Ragnheiður Gröndal, Katrín Halldóra og María Ólafsdóttir hérna í kórnum. Þannig að við verðum með þvílíkt dundurlið og ætlum að halda hérna tónleika 23. kl. 12. Þetta í hádeginu. Komum bara hér og fastið þannig daginn bara og gefið andvirðið matarins í lyftusjóðan 23. Ekki gleyma þessu, 5. dagur. En hér kemur lagið Total Praise.